Þessi lexía fjallar Windows Photo Gallery 2012 og það Salvör Gissuradóttir sem tók þetta saman í september 2002. Og ég ætla að kynna fyrir þér hérna myndaumsýslu og myndvinnslu forrit frá Windows. Og þú sér þarna 3 skjámyndir úr forritinu eins og það maður getur unnið með einstaka mynd, en maður getur líka unnið með margar myndir og valið úr myndir. Og myndirnar sem eru valdar, þær eru svona blátt í kringum þær. En svona lítur umhverfið út þegar maður er að vinna með einstaka myndir í þessu forriti. Og það efst þá svona val, flipi, breyta, búa til og skoða hérna alveg efst, og síðan undir val, til dæmis núna stilt á breyta og undir val undir breyta. Og aðeins svo ég fari í hvað einkennir Windows Photo Gallery, að þá þetta ókeypis og það á íslensku og það til fyrir PC-tölvur, ekki aðra tölvutegundir. Og það mjög auðvelt að laga og breyta myndum. Þetta ekki forrit eins og GIMP eða Photoshop þar sem þú getur búið til lög og breytt myndhlutum, þú breytir myndinni í heild. En á móti kemur að þetta afar einfalt. Og það auðvelt að gera suma hluti eins og að laga rauð augu, eða búa til svona panorama eða viðmynd. Það líka auðvelt að búa til svona klippimynd, að setja saman myndir úr margar myndir, og það líka hægt að láta 2 myndir eða fleiri renna saman, til dæmis myndir á fólki, þannig að maður geti fengið góða mynd af öllum ef maður væri að taka hópmynd. Allt þetta eitthvað sem mikilvægt fyrir kennara og það mjög líklegt að þetta kerfi henti vel í kennslu á íslenskum skólum. Og nemendur, það sem maður þarf að gera til þess að hlaða þessu niður á tölvuna hjá sér að maður verður að hafa skráð sig inn á live.com með Hotmail netfangi, og það hægt að búa það til ef maður á það ekki fyrir. Og þegar maður komin í Windows Live, að þá smellir maður hérna á Windows Live og smellir þá á Downloads. Og þegar maður þetta forrit eða Fotogallery, það partur af Windows Essential. Og það hins vegar svona önnur forrit inn í því, og það þarf ekkert að hlaða þeim inn. Það inn í sem Messenger og Mail og Writer og Family, Savity og svo framvegis. En við höfum val það að velja forriti sem maður vill setja upp, og ég mæli með því ef að fólk vill ekki fá þetta allt. Og til að setja forritinu upp, þá hökum við hvaða forrit við viljum setja upp, og við verðum að velja saman Fotogallery og Movie Maker. Mjög gott að hafa þessi forrit hjá sér, því að þau að vinna líka hvert með öðru og virka mörguleyti eins. Þannig að það auðvelt að læra á Movie Maker 2012 þegar maður búinn að læra á Fotogallery 2012. Nú þegar maður ræsir svo búinn að hlaða inn forritinu, þá þarf maður að ræsa þetta upp, þá þarf maður að samþykkja notendaskilmála. Og þegar það búið, þá skráir maður sig inn, og ef maður vill tengja þetta til dæmis við senda á YouTube eða tengja þetta við annað, en það þarf ekkert að það má bara segja cancel eða smella á exit gluggan, bara loka þeim glugga, þessum glugga, segja bara hætta við hérna. Það næsta sem gerist að þeir eru spurð að því
Viltu nota fótógalleri til að opna skrár af þessari gerð? Og þá getur maður valið, þá myndu myndir, JPG-myndir og PNG-myndir alltaf opnast í fótógalleri. Og ef maður vill það ekki, þá vill maður bara nei og segir ekki sýna þetta aftur. Ef maður til dæmis vill að þetta opnist í ykkur öðru forriti, en það er ágætt að nota fótógalleri til að opna myndir. Nú, svo ætla ég að taka aðeins dæmi hvernig maður gerir svolítið sem hægt er að gera og sýna þessu sýnikennslu á eftir. En það er hægt að gera svona víðmynd með því að fara og velja út myndirnar og maður velur það með að halda niður alt-takkanum og svo velur maður næstu eða shift ef það eru samliggjandi myndir og fara svo í efst á flipanum, þannig að flipin búa til og velja þar víðmynd. Og það er sem sagt hérna velja þar myndir sem á að setja saman og það verða að vera minnstakosti 2 myndir en það mega vera fleiri og þá kemur blár rammi utan myndirnar eins og við varum benda á áðan og svo smellum bara að búa til. Og til að laga rauð augu, það er mjög hvimleitt í myndum að hafa svona rauð augu og það er mjög auðvelt að gera það. Við veljum breyta og þá veljum við rauð augu og svo smellum við og drögum lítil ferning utan hvert auga sem á að breyta. Og eitt í viðbót sem hægt er að gera er að það er hægt að búa til svokallaða autocollage eða klippimynd sem er sett saman á mörgum myndum, alltaf 50 myndir og hér er svona dæmi sem sýnir hvernig tölvan býr sjálfkrafa til klippimynd af myndum úr sumarleyfi. Og síðan það sem hægt er að gera er að það er hægt að búa til svona myndasamruna. Ef við erum með 2 eða fleiri myndir sem eru teknar með sömu lýsingu frá svona svipuðu sjónarhóli á sama tíma og það kannski til dæmis í þessu tilfelli mynd af fólki, þá getum við sett þetta saman í mynd þannig að þessi góð mynd af öllum og ég ætla að sýna ykkur það eftir og hér eru svona nokkri tenglar. Já, nú er ég komin inn í Windows Photogallery og svona lítur þetta út. Hérna efst eru 5 eða svona 6 flipar. Annars vegar er til að setja inn myndir, hins vegar er svona heim, síðan er til að breyta, síðan leita, búa til og þá erum við að búa til svona blanda saman myndum. En við getum líka verið að búa til svona kvikmynd úr myndasýningu og senda þetta á stað eins og Flickr eða Facebook eða YouTube eða Pinterest og svo er skoða. Og við ætlum að fara hérna ég ætla að opna myndina hérna og ég ætla að fara í að breyta þessari einu mynd sem ég valið. Og sýna ykkur hvernig við getum farið í, það er svona skeri til þess að skera myndina til og við getum breytt þessu eftir því sem við viljum hafa myndina og segjum að ég ætla að hafa myndina eitthvað með svona og þá get ég skorið hana til svona og aðeins að sýna ykkur hvað við getum gert líka meira. Við gætum lagfært lýsingu, hérna við getum smellt hérna á fínstilla hérna og þá getum við lagfært lýsinguna ef það ætti að vera eitthvað meiri eða minni birta á myndinni og birtu skil líka og við getum lagað skugga og ljósir fletir, svo smelli ég bara á titilin aftur nú ætla ég að skoða litin þá getum við ákveðið hvað er heitur og kaldur liturinn er
og hversu mikið mettun á litnum eða hvort það er alveg niður í grátt. Og ég smelli hérna á fyrirsögnina að lagfæra lit. Nú síðan get ég lagfæra smáatriði, þá sé ég hérna smáatriði og geti kannski sett gert þau skarpari og valið svo að draga úr suði og smella svo aftur á þetta. Nú síðan get ég farið bara í að loka skránni og ég ætla að sýna ykkur hvernig ég geri það. Ég smelli bara hérna á loka skrá, en ég get alltaf kallað aftur upprunalegu skrána fram. En ég smelli bara hérna loka skrá og ýti svo bara OK. Og hérna ég komið með eina mynd hérna sem ég ætla að fara í og sýna ykkur hvernig við getum lagað rauð augu. Og við getum súmerað svona út og inn með kvarðanum hérna neðst í horninu hægra megin. En við getum líka nota skrunhjólið sem hjá okkur. En nú ætla ég að breyta rauðum augum hérna og ég ætla bara að fara inn svo ég sjá þetta. Smella á rauð augu og dragðu músabendilinn til að setja rétthitting utan auga sem þú vilt lagfæra. Haltu niðri allt og dragðu til að hliðra. Og ég ætla að smella hérna rauð augu og leið og ég sleppi músinni þá breytist liturinn. Og nú hef ég held niður alttaka, þá get ég hliðrað þessu til af því að ég þarf kannski að gera þetta á mörgum stöðum á myndinni. Og síðan ætla ég að sjá því að það er glampi hérna sem á glerugum sem ég finnst til skemma vera svona líti. Og það sem ég ætla að gera er að ég ætla að fara og lagfæra þetta. Ég smelli hérna á lagfæra, það lagfærir smávægilega galla og bletti. Ég sé lagfæra og set líka ferinn hérna yfir. Og þá situr þetta bara svona í sama. Ég geti nú tekið hérna líka eina hrukku svona. Þegar nú var að þessu, en nú ég búin að laga rauð augu og ég ætla bara að loka skránni. Og það sem ég ætla svo að gera er að sýna ykkur hvernig við setjum saman myndir og ég ætla að velja hérna nokkra myndir, það eru 5 myndir og ég held niður allt ef að það væri ekki samliggjandi þá geti ég valið 5 myndir hér og þar. Og þetta eru 5 myndir sem að ég tók af svona húsum í norskri sveit, bóndabæ og ég stóð og tók bara mynd og sneri mér aðeins og tók mynd, þannig að ég tók svona hálfhring. Og nú ætla ég að setja þetta saman í svona víðmynd. Þá er ég búin að velja hérna 5 myndir og núna fer ég búa til og smelli hérna á víðmynd eða panorama og ég smelli á það og þá kemur skeytir saman í víðmynd og það tekur svona svolítinn tíma. Hún er að lesa mynd og svo þegar þetta er búið þá spyr hún mig út í hvaða nafni ég vil vist þetta. Ég ætla að segja bara Norskur sveitabær og segi svo save og þá er búið að vist þetta. En þegar maður skeytt svona saman þá var það þannig að myndirnar voru svona svolítið á misvíxl þannig að ég verði að klippa þetta til núna. Og það sem ég gæti nú gert ef mér vantaði
ég vildi til þess hafa þetta svona, þá gæti ég nú í einhverju öðru myndlíkisforriti bætt við bara híminum að því að hann bara hvítur. En þess að ef ég ætlaði að hafa myndina eins og hún núna þá þarf ég að skera dálítið mikið af trjánum og mér finnst það nú kannski ekki nóg fallegt. Ég hefði viljað hafa myndina kannski svona. Mér hefði fundist það fallegra. En ég ætla bara að gera þetta núna, svona að sýna ykkur hvernig maður getur þetta á auðveldan hátt. Búið til svona víðmynd, það ýmis notagildi fyrir svona víðmyndir. Eitt væri að gera svona borða, eitt væri að nota þetta í alls konar svona tölvuforritum. Það sjáðu, hér ég búin að búa til víðmynd sem að fimm myndir setta saman og svo segi ég lokaskrá og þá það vistað og það sem ég ætla núna að fara í hvernig við getum sett tvær myndir saman, svona myndasamruni, það sem myndir af fólki og ég ætla að setja það saman og þá ætla ég að fara í, minni að hafa verið, búa til og það myndasamruni og ég valdi tvær myndir og það eru komnar þessar tvær myndir af fólki og nú ég þarf að velja hvor betri og til dæmis þeir sjáu að hér ein mynd, ég ætla aðeins að minnka þetta því að það bara þetta andlit sem ég vil taka, hvor myndin nú betri. Það eiginlega bara segir sig svolítið sjálft. Þannig að ég ætla að taka þessa hérna og sjáðu þið. Nú ég komin með mynd af 5 nemendum og þetta var nemendur mínir og þeir líta allir upp. Ég skipti mynd af einum sem að horfði niður og núna segi ég vista og gefi svo eitthvað nafn og þá myndin tilbúin og þá gæti ég til dæmis byrja að breyta henni. Ef það myndir sem ég ætla að setja saman þá verð ég að passa að breyta þeim ekkert á það því að það verða með sömu lýsingunni. Ég má ekki vera búin að breyta einhver af myndinni en hérna get ég til dæmis því ég er búin að setja hana saman þá get ég byrjað að breyta til dæmis hérna rauðum augum, laga það og laga kannski að velja hvort mér finnst hún að vera bjartari eins og hérna og velja kannski að skerpa myndina, skerpa og svo get ég vistað hana. Nú hérna næst ætla ég að sýna ykkur hvernig maður býr til svona klippimynd eða kollansmynd og það geta verið alltaf 50 myndir og ég vil myndir, það eru myndir sem ég ætla að hafa með, held niður svo allt og vel svo næstu og næstu og næstu og næstu og næstu sem ég ætla að hafa þessa með og sem ég ætla að hafa þessa með, þessa og þessa og þið sjáu að ég er búin að velja úr myndirnar sem eiga að vera í collage hérna hjá mér og hérna og segjum að ég ætla að hafa þessa og síðan ætla ég að fara í búa til
og velja núna Auto Collage, sýna ykkur hvernig það kemur út. Og hérna kemur klippimynd, 3 ætla ég að segja, og þá býr tölvan til svona klippimynd úr myndunum sem ég valdi. Og það geta verið alltaf, ég get bara gert þessi að þetta tekur enga stund að gera þetta. En sem sagt, Photogallery 2012 ágætt forrit, hentar mjög vel með vinnu með nemendum til þess að vera á svona einfaldar umbreytingar af myndum. Og hentar líka mjög einfalt að senda myndir eða myndasýningar. Það líka myndasýning, skyggnusýning þar sem að myndirnar koma, renna á skjánum og ég get valið hvernig ég vil láta myndirnar birtast. Ég geti haft svona sjálfkerandi myndasýningu sem ég byggi til í Photogallery eða búið til myndasýningu sem ég vista svo í vídeó og set tónlist undir og set svo á YouTube eða Vimeo. En þetta semst einfalt og sniðugt forrit til þess að búa til og sjá myndir. Og það hægt að fara hérna á milli á fyrra og næsta og svo getur maður líka spila þetta í myndasýningu.